Hver framtíðin varðandi meðhöndlun blöðruhálskirtilskrabbameins? Það eru margar hliðar á því. Ein hliðin sú að greina krabbameini fyrr meðan það á frumstigi og geta með betri og betri hætti meðhöndla það og losa viðkomandi við það, þannig að það verði ekki vandamál í framtíðinni. Það meðal annars það sem við höfum verið að gera með þróun í skurðtækni og þróun í geislatækni, að geta betur meðhöndlað krabbameinið meðan það staðbundið með sem minnstum aukaverkunum, þannig að viðkomandi sé laus við krabbameinið. Í því erum við alltaf að verða betur og betri með nýjum tækjum, tólum, framþróun og betri og hæfari læknum. Síðan hitt að þegar sjúkdómurinn langt genginn, þar gengur líka betur og betur að ráða við sjúkdóminn. Við getum ekki læknað sjúkdóminn og ekki endilega víst að við getum læknað langt gengið krabbamein í framtíðinni. Við erum betur og betri því að breyta krabbameininu yfir í krónískan sjúkdóm. Lyfjum og öðrum meðferðum getum við hægt á krabbameininu, stoppa krabbameinið. Þannig að krabbameinið jú vissulega til staðar. Það liggur í dvala, við höldum því niðri og einstaklingurinn getur lifað mannsæmandi lífi árum saman án þess að krabbameinið valdi honum skaða. Þar hefur orðið gríðarleg þróun á síðustu árum og sú þróun mun aukast verulega á komandi árum og áratugum.